velkomin í þátt minn Gunnhann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn ýmiss konar handverk undir merkinu Gunnhann. Hér sýni ég ýmiss konar handverk sem ég vinn af, hvort sem það í prjóni, útsaum, vélsaum eða einhverju allt öðru. Ég set alltaf nýjan þátt út á sunnudögum. Ég ákvað að gera þetta vikulega og hafa þá frekar þættina í styttri kantinum. Ég búin með peysuna sem ég var að prjóna sjálfa mig og nafið á tríógatninu. Þar sem ég hafði enga uppskrift þá var ég nú svona bara að gera þetta eftir í hvað mér fannst og prófaði svo, mátaði þetta svo bara þegar ég var að taka úr hér og ég komst að því að ég var að taka svolítið ört út þannig að ég þurfti aðeins að fixa það. En hún passaði mér bara mjög vel. Ég hélt áfram að prjóna úr gráugatni og nú var það afapeysan á smábarn, 1 árs gamalt. Hún hér. Ég á eftir að leggja hana til, þvo hana og leggja hana til og setja tölur. Þannig ég kannski sýni þá mynd bara í næsta þætti af henni almennilegri. Almennilega sett upp. Í einum þættinum sýndi ég frá þar sem ég var að prófa útsaum sem heitir Shashiko og til þess að gera eitthvað úr þessari pröfu minni þá ákvað ég að búa til svona buddu. Og hún fóruð og bara með grófum rennilás, þannig að það ýmislegt sem hægt að setja í þessa. Í síðasta þætti var ég að tala gatni sem ég fékk úr Stórhöfða. Ég búin að gera nokkra hluti eins og ég sýndi seinast og var að klára núna það seinasta og það trefil, sjal, ég veit ekki hvað við höfum að kalla þetta og ég bætti aðeins neðan á og það sem þetta svona prjónað í prjónavél, bara slétt prjón að þá rúllast alltaf inn á kantinn en ég á þæfingarvél þannig ég þæfði bara, ég braut inn á og þæfði niður þannig að þá liggur þetta frekar svona slétt. Áreindar eftir að þú ert að leggja þetta til. Þetta verður voða fínt fyrir dóttur mína. Fyrir nokkrum árum ákvað ég að prófa að þæfa engla. Ég gerði nokkur stykki og fór með henni í skóla og sýndi samstarfsfólki mínu og þeim leist vel á þetta og pöntuðu hjá mér. Og síðan þá hef ég verið að gera þessa engla. Þetta hefur þróast svolítið hjá mér. Fyrstu englarnir sem ég gerði voru með gildri skreytingu og gildu hári. Svo fékk ég spurningu hvort að ég ætti þá í silfruðu. Þannig ég fór að gera þá. Og síðan hefur þetta bara svona þróast hjá mér. Ég fór að gera þá í litum líka. Svo kann ég að prófa eitthvað nýtt og ég kalla þetta blómálfa. Sem eru svona litríkir í tilefni af því að ég komin hingað á YouTube með þætti mína og það þáttur númer 5 núna. Þá ákvað ég að bjóða englana á lægra verði á 1400 krónur stykkið og ef þú hefur áhuga á að kaupa engla frá mér þá sniðugast að fara inn á Facebook og þar inn á síðuna mína Gunnhann, þar setji ég inn myndir hvaða englar, hvers konar englar eru í boði og ég var að hugsa að ef þú kaupir 2 engla eða fleiri að þá kem ég með þá til þín. Ég byrjaði að sauma út í stuttarmaból sem ég keypti daginn og ég var svona aðeins að prófa þetta. Mér fannst nú ekkert voðalega þægilegt að sauma í þetta. Svo veit ég líka ekki alveg hvort að þetta muni halda sér svona. Eða hvort að þegar ég þvægi þetta, hvort þetta fari eitthvað illa. Þannig ég svona, ætla ekki að gera, ég ætla bara að klára þennan og sjá svo hvernig hann kemur út eftir þvott. En ég keypti 3 bóli og vil fá eitthvað skraut á þá. Þannig að ég svona að spá í hvort ég kannski bara þrykkja eða gera eitthvað annað við hina 2. En það kemur ljós þegar ég búin að þvo þennan hvernig það kemur út. Mér langar svolítið að prófa nýjar aðferðir í prjóni. Ég hef samkað að mér og tekið svona
út úr blöðum og sett hérna í möppu. Þetta nú við, þetta sjáist eitthvað. Alls konar svona hugmyndir, hvað hægt að gera. Svona kennslu. Ég var að fara að prófa þessar aðferðir og þá kannski þegar ég að gera pröfuna gæti komið upp hugmyndir hjá mér að einhverju verkefni sem er unnið úr þeim. Ég á hérna bók, kennslubók í prjóni eftir Britt-Marie Kristófersson sem er svolítið sniðug. Það eru svona aðferðir sýndar sem maður hefur ekki prófað áður og svona öðruvísi. Þannig að ég bara mér langar að prófa eitthvað af þessu. Ég ætla bara að sýna ykkur hérna svona smá úr þessari bók. Þetta er eitthvað sem mig langar að prófa. Ég er alveg viss það að þegar ég byrja að prjóna þetta þá kemur kannski einhver hugmynd upp hjá mér hvað ég get gert úr þessu. Þannig ég er svolítið spennt að sjá hvernig þetta vinnst áfram. Ég fór daginn á helganámskeið í Tófunu hjá Heimilsiðnaðarfélaginu. Ég er búin að vera að hugsa það í mörg árum hvað mér langaði til þess að vinna mitt gagn sjálf og á þessu námskeið þá kveikti það svolítið vel í mér og ég sá að þetta var eitthvað sem ég gæti alveg hugsað mér að gera. Þannig að ég fór á netið og fór að skoða svona hvað væri í boði, hvers konar rokka ég gæti fundið þar. En svo datt mér í hug að hringja í Þingborg, að ég man að þær eru að selja rokka þar. Og Margrét sem var þar fyrir svörum, þegar ég hringdi, hún sagðist eiga nokkura gerðir af rokkum, en ég valdi að kaupa bara einfaldasta rokkinn, svona til þess að byrja með, sjá svona hvernig þetta gengur hjá mér og líka það að þessi rokkur getur spunnið alveg gróft gagn og sem að mér finnst rosalega spennandi. Mér langar svo að gera svokallað artjarn, svona sem er þá með alls konar þráðum og þræðir settir saman og það er þykkt og það er þunnt og svona. Þannig ég verð svolítið í því núna í jólafríinu að leika mér á rokkinn og ég mun örugglega sýna ykkur hvernig það vinnst. En kennarinn minn á námskeiðinu talaði það að með því að æfa sig svona 15 mínútur á dag að þá yrði þetta fljótt að koma. Þannig að nú er bara að byrja. Og ég fékk rokkinn í gær og sett hann saman og hér kemur mynd af herlegheitunum. Ég er aðeins búin að prófa og þetta bara lofa góðu. Ég er svolítið vel spennt fyrir þessu. Ég er enn að vinna að áskorunum síðustu þátta. Ég hef ekki haft mikinn tíma til þess að sitja við saumavélina undanfarið og því er ég bara með hálfunnin verkefni sem ég ætla ekki að vera að sýna ykkur núna en vonandi verða þau tilbúin í næsta þætti. Að gera þessa þætti hefur orðið til þess að ég er að vinna hér ýmislegt sem hefur verið hálfunnið. Þá er ég að klára eitthvað sem er hálfunnið og ég drífi í að prófa eitthvað nýtt og drífi í að vinna eitthvað af þessum hugmyndum sem ég er að sjá í blöðunum og bókunum sem ég á. Eitt er það sem ég ætla að sýna ykkur núna. Það er peysa sem ég byrjaði á fyrir 2 árum síðan. Ég keypti bók eftir Annette Danielsen og heillaðist þar af einni peysu. Ég ætla bara að sýna ykkur, ég set mynd bara hérna af peysunni eins og hún er í bókinu því hún er upp í bókin.
Ég er nánast búin með hana. Ég á eftir að setja aðra ermina í. Hérna. Þetta er svona gengið svona hægt og rólega. Þetta er unnið þannig, hérna. Þetta er unnið þannig að það er prjónað hérna hver renningur, eins og þessi var prjónaður og svo er teknar upp lykkjur og prjónað hérna og eins hér og svona þannig að hver renningur er gerður fyrir sig en allt fer þetta saman. Ég er ekkert að sauma neitt saman, sauma enga renningar saman. Það átti að gera bakstykki svona líka, en ég nennti því ekki. Þannig ég ákvað að hafa bakstykki röndótt. Og mér finnst það bara ekkert koma neitt síðra út. Þar sem ég var að breyta svolítið í skriftinni, að þá hérna, er það svolítið vesinn fyrir mig að fá ermandan til að passa í ermaopið. Og það er nú þessuna sem ég er ekki búin með peysuna. En hérna er hinn erminn og fyrir næsta þátt ætla ég að vera búin með þessa peysu. Þannig að það er áskorun mín í þessum þætti. Klára þessa peysu. Ég held að þetta sé þá bara komið hjá mér í dag og við sjáumst bara eftir viku. Takk fyrir og góðar stundir.